Hérna, hvað til dæmis, sko, mér langar að þú lýsir þessu dæmi ennþá svona, hvernig myndur þú sjá þetta fyrir þetta myndi þróast og af hverju ættu menn í rauninni að sækja í pappana? Mér finnst þetta frábær hugmynd, sko, ég veit að stættur erlendis, en ég myndi klárlega koma að mæta á einhverjum svona viðburði ef það væri. Já, kannski fyrsta lagi til þess að skora á sjálfan sig, veist. Og bara þá ég, þú veist, nú ég þá bara að tala þetta viðburða og svona viðburðarhlutan af þessu. Það þú veist, skora á sjálfan sig. Eins og mér að segja, bara göngur, ég ætla að hafa 10 göngur í sumar, veist. Og það bara þegar ég sagði við sjálfan fyrir 4 árum, ég ætla að fara í 10 göngur. Og gera það svolítið, sko. Kannski eina, það var það komið, skilur. En hérna, þannig að það kannski fyrsta lagi. Og svo markmið í sjálfum sér að þú veist, í gegnum það, þú búin að því, að þá trúi ég bara á vegu lífsins, einhvern veginn þannig, að þú mætir einhverjum á einhverjum slóðum sem þú þorðir ekki að fara inn á, eða ert ekki vanur, bara út fyrir kassaðina, hvað þú vilt kalla það, það sem að verður einhvers konar resonans, það verður einhvers konar, þú veist, og þarna ertu komið með einhver sem þú þarft ekki pappanetti fyrir. Að þú ert búin það góður með honum að þú getur sendt honum skilum að hei, ef að kikki púl, sko að minna. Þú veist. Þannig að hérna, það eitt, sko. Og talandi bara einhver aðsókn, bara mesta aðsóknin hafa verið einhver sem hafa, skilur, hringt og bara spurt, hérna, hvar get ég lesið meira þessa félagslegu hittinga og allt þetta, skilur. Það eru margir bara fokkin einmanna, skilur. Já, mjög, þetta er alveg, þetta er faraldur, það er bara faraldur. Já. Fólk er bókstaflega að deyja á einmannalega og mér finnst þetta verst að vera við það að það er einmitt þetta að þú veist, það eru svo margir núti sem að vilja, þú veist, tengingu við aðra, vilja, þú veist, þráða bara, þú veist, eitthvað svona gott bræðralag, við talum ekki að mönnum sem eru búnir að ganga í gegnum það sama eða eru að ganga í gegnum það sama. Vandamálið virðist alltaf vera að fá til að taka skrefið. Mér finnst það alltaf vera, það er stærsta vandamálið. Viljinn er þarna. Já, alveg 100%, sko. Maður sér það alveg bersýnilega, sko. En það bara, það verður alltaf allt í lagi. Veist hvað ég meina? Þú veist. Og þú veist, tala bara ég tek dæmi, skilur hérna, vinur minn dró mig í pílu. Þú veist, og við fórum hérna í pílusetrið hérna í Reykjavík og hérna, og svo fannst mér þetta svo bara gaman, skilur hérna, 2 eða 3 dögum seinna, að þá langaði maður að fara aftur, en það var enginn sem bara komst með mér. Og djöfull sem ég fannst kjánulegt að fara að mæta hann eitthvað einn, skilur. En svo gerði ég það bara, og það var bara allt í lagi, og ég er búin að mynda fullt af tengslum síðan þá. Sko ég meina, ég gegnum það. Já. Þannig að, já, það verður allt í lagi, skilur. Þú veist, það er ekki træðist að vera að gerast, nema þú snúir það á esjunni, skilur. Þú veist, þá munum við halda þau, sko. Þú veist hvað ég meina, sama hverðu þú ert og hvað stöðu þú ert, skilur, þú veist. Þannig að, hérna, já, það er kannski það, sko, þú veist, að tala af hverju þetta, já, það er bara til að countera þessum einmanaleika og þessum ótta við að expósa sjálf okkur við umheiminn, einhvern veginn, sko, og við aðra. Og ég held að það sé svo mikið líka, ég held að það sé svo mikið hluta þessari vanlíðan og alltaf svona, ég held að það sé svo mikið líka einhvers konar að bara hvernig samfélagsgerðin er orðin, skilurðu, hvernig fjölmiðlar eru og allt þetta, skilurðu, það sem er ætlast til á okkur, það er væntingar sem við höldum að sé ætlast til á okkur, hvað við segjum, hvernig við höfum okkur þar fram eftir götum. Það eru bara rosalega margir sem að hugsa öðruvís en þessar væntingar bara gera ráð fyrir. Og þá verður til svona eitthvað svona dissonans. Það verður til einhvers konar frávik frá því og maður bælir inn í sér það sem mann kannski langar að segja við einhverju, eitthvað svona sem er eitthvað kontroversiálega ef ég segi þetta og það var hins vegar og svona eitthvað. Þú veist, það leiðir til þess að maður bara svona nennir ekki eins og feysa heiminn, skilur. Þú veist.
þannig að þarna langar maður að búa til vettvanga sem bara svona sama fokking hvað, jafnvel þó sem ósammála, þú veist, þá virðingin og bræðralagið fólgið í því að geta rætt saman vitsmunalega, skilurðu, og tala málin eins og þau eru í staðinn fyrir að bara svona stimpla alla hægri vinstri, sko, að við erum alltaf stimpilklukka alla, sko. Algjörlega. Það mikið þroskamerki finnst mér að geta verið ósammála en samt, þú veist, í sama herbyggi og sama félagskap og eitthvað svoleiðis og ég hef aldrei skilið, ég kannski ólst bara þannig upp, ég hef aldrei skilið þetta að geta ekki verið ósammála einhverja hluti en samt ekki verið, þú veist, samt ekki verið þáttakendur í sama vinahópnum eða eitthvað svoleiðis, því að fyrir mér þetta bara eðlilegasti hlutir í heimi. Já, einmitt, algjörlega, sko. Og ég meina, ofta bara ekki tala það ef það er óþægilegt, tala það bara eitthvað annað, þú veist, en þú veist, og oftast það, þú veist, þegar menn eru í sama herbyggi og maður að hitta gamla vina eða svona, það það yfirleitt með bjór, skilur. Já. En það þróast alltaf út í eitthvað annað en eitthvað, þú veist, plattform til þess að eiga vitsmunalega samræður og til þess að geta, þú veist, skipst á gleraugun, sko, einhvern veginn. Þannig að, já. Svo ekki bara staður og stund fyrir bæði, stundum vantar menn bara að fylla upp í tómarúmið og stundum vantar menn að tala á alvöru og svona hópur gæti ég alveg sé fyrir að væri bara kjörin vettvangur fyrir báða hluti, sko. En hvar geta menn fundið upplýsingar þetta, Davíð? Já, sko, það eru auðvitað nokkrir, þú veist, þetta eru auðvitað tvíþáttadæmi, skilur við. Þannig að tengslasetur.is sem sagt, þú veist, stofan í raun og veru. Við erum 4 hérna. Það eru 2 iðjuþjálfar og ein af þeim sko bæði sem iðjuþjálfi og svo líka foreldra og uppeldisráðgjafi og svo annar foreldra uppeldisráðgjafi líka. Og ég myndi þá titla mér sem sko, uppeldis- og skilnaðarráðgjafa. Og það eru með alls konar flott dæmi fyrir fjölskylduna og fyrir einstaklega líka, þú veist, líffæranudd, skilur við. Einhvern dans og alls konar dæmi sem maður hafði ekki bara vitað að vera til, sko. Þannig að tengslasetur.is og það eru kannski ítarlegri upplýsingar þjónustuna inn á bara núna.is tengslasetur, þar sem að þú getur valið þjónustuleiðina þannig og lesir bara hana, alltaf velkomin að hringja líka. Og svo var með það þá meira svona ráðgjöf og námskeið, það eru nokkur námskeið sumar, skilur og fyrirlestrar og ég að fá flotta gestafyrirlestrar einn, skilur og eitthvað svona dæmi. Og svo í gegnum hitt að pappanetið sem sagt, að þá bara síða á Facebook bara pappanetið og bara eftir ég sett hann að posta hann inn á pappatips að komur 80 okkar manns hann inn og það svona reyna að halda þessu svolítið lifandi, skilur, en þetta bara aðalega hugsa sem viðburð á síðan. Þú veist, þannig muni setja eventina inn og þú veist, menn geta þá loggað sig inn þar.